borgarstjórn samþykkti á þriðjudagskvöldið að niðurskurðartillögur fundu þar milljarð til þess að spara og það hefur áhrif mjög víða og meðal annars á Vin við Hverfisgötu og hingað eru komin Hörður Jónasson sem er, fastagestur á Vin. Já, já. Ég hef verið fastagestur þar frá því hausti 2012. Já, langa tíma. Og svo Elsa Kristjánsdóttir sem er starfar. Já, Kristín. En halda áfram að segja af hverju fórstu á Vin? Og af hverju ertu búin að vera þar fastagestur í 10 ár? Já, það kemur til, 2010 verði ég atvinnulaus, sagt upp úr mínu starfi. Ég fer fyrst á atvinnuleysis skráningu og síðan seinna meir fer ég á virk sem er svona endurhæfinga og er þar einhver tíma, held að það sé 18 mánuðir eða eitthvað svoleiðis. En það er bara tilviljun að við fólki sem vorum atvinnulaust, það var húsnæði einhvers staðar í Borgartúni, komu þar saman að degi til og einn spilafélagi, við spiluðum svolítið bridge og eitthvað hana á þeim tíma, að hann sagði mig frá að það væri skákmót þarna niðri í Vin á Hverfisgötu. Og það er fyrsta skipti sem ég kom þarna og þar hitti maður fleiri félaga sem voru að tefla þarna. Einn er nú látinn, Haukur Halldórsson, góðvinur okkar. En það er svona byrjun. En á þessum Hvað er Vin? Vin þann sem ekki er komið ekki bara þó formlega sé talað að það sé fyrir fólk með geðraskanir. Þá er bara allir sem eru einyrkjar sem eru öryrkjar eða bara fólk sem er bara eitt heima eða eitthvað. Það er allir velkomnir hérna í Vin og þetta er svona, getur verið þarna degi til, þetta eru opið virka daga, mánudag til fimmtudag frá 10 til 3:30, föstudag aðeins styttra til korter í 3. Og þarna getum að hitta annað fólk, spjalla við það og það er ýmis starfsemi þarna. Það er til dæmis átt samfélag með fólki sem er okkur nauðsynlegt, okkur hópdýrunum. Og þarna er til dæmis ferðafélag sem heitir Víðsýn og við farið ýmsar dagsferðir að sumri til, haustlitaferð og núna í dag var einmitt þessi aðvenduferðin farin til Akranes. En þar fyrir utan erum við svo með eina stóra ferð á ári. Að vísu núna í faraldrinu þá voru það bara innanlandsferðir. Í fyrra 2021 þá fórum við til Ísafjarðar og skoðum Vestfjarðakjálkar. Núna í vor flugum við til Ísafjarðar og fórum svona Austurlandið og skoðum marga staði. Ég hafði ekki komið þarna Austurlandi í 20 ár til dæmis. Nú, annað sem ég er nú forseti fyrir, það er skákfélag þarna, heitir Vinaskákfélagi. Ég var í mörg ár varaformaður eða varaforseti, við kallum það því hátíðlegu nafni, en núna í vor var ég kjörinn sem sagt forseti félagsins. Og það er með heilmikla starfsemi. Já, forseta Alþýðusambandsins í gær, það eru forsetar hérna. Já, en við erum með heilmikla starfsemi, erum með kannski cirka 1 skákmót á mánuði þarna í Vin, en svo höfum við fært út kvíarnar, við erum konum í samstarfið samfélagshúsið Aflagranda 40 vestur í bæ og þar getum við haft líka skákmót, það er góður salur, mötuneytissalur, þannig að það er ekki vandamáli. Síðan er ég að boða. Hefur ekki þar verið svona móttaka fyrir úkraínska flóttamenn núna undanförnu í Aflagranda? Eitthvað var það, Já, en síðan sé ég til dæmis heimasíðu þarna
sem er vinaskak.is fyrir skákfélagi og við erum sem sagt líka, þarna er ég að fara í heimsóknir, ég fer í alla mánudag milli 1 og 3 á Aflagranda að tefla, á þriðjudögum fer ég í hlutverkasetri sem er í Borgartúni og þar er ég með fyrirlestur skák og tefli líka við þá. Þannig að ég er líka að boða skákina, fagnaðar erindi út. En svo er það þessar fréttir sem bárust í fyrra kvöld. Það var einn vinur minn úr skákreifingunni, Róbert Laman, sem hringdi í mig og sagði mig frá þessu. Og í gær fór þetta fullt fréttin, þá var ég þarna niður í Vin eins og alla daga og við fengum hérna fjölmiðlana frá Stöð 2 og RÚV. En þetta eru ekki góðar fréttir. Það verður að leysa upp það samfélag sem þarna er. Og málið er að Reykjavíkurborg tekur við þessu sumarið 2021, bara fyrir rúmu ári síðan, sko. Af Rauðakrossin. Já, Rauðakrossin og Reykjavíkurborg voru í einhverju samblandi með þetta áður, já. En það hefur oft komið svona til talsa í að loka þessu og erfiðleikar og mikil barátt að halda þessu og það var held ég bara fyrir örugla heitnum Jökulsinni ofta að berja fyrir. Já. Nú höfum við hann ekki hans verkað þessi skákfélag þetta. Hann stofnaði vinaskákfélagið 2003. Það sem hann kom nálægt var skákfélag. Málið er Vin verður 30 ára næsta ári, skákfélag verður 20 ára og svo ferðafélagið það er 20 og eitthvað 34 ára þar. Þannig að þetta er búið að starfa þarna lengi. Já. En má ég spyrja þig að þú sést að það mist vinnuna 2010 og svo verður atvinnuspótum og svo farið endurhæfingu. Rataður aftur inn á vinnumarkaðin? Nei, þaðan fór ég á örorkuna, komst ég inn á örorkuna. Þannig að þú svona mætti orða að þú hefði svona mist fótana þarna eða var það þannig að þegar maður missi vinnuna og er komin á svona efri hluta starfsaldursins að þá er erfitt að finna vinnu? Já, það er mjög erfitt. Síðan fór að bera líka á bakveiki hjá mér og svo er ég með kvíðavandamál líka, sérstaklega í sambandi við heilsu. Þarna áður en ég komst í Vin, þá var ég mjög oft hjá læknum og fór oft á læknavaktin og allt það út af bara alls konar og það tengdi ég meira kvíðan. Þannig að það að hafa Vin hafi bætt heilsuðina? Að því leyti til og að ná að hafa þetta áhugamálin sem er skákin þannig að það gerði mér gott og hjá hinum öllum þetta er hjá mörgum þarna alveg lífsnauðsynlegt að komast þarna og hún veit betur að því hún Elsa hefur haldið þessa fundi geðklofa fundi á föstudögum og heyrt í fólki hvaða er nauðsynlegt fyrir fólkið að koma þarna að degi til heldur en að hanga í einhverju þunglindi heima hjá sér. Elsa, hann gaf bara boltan til því. Tekir boltan. Ég tek boltan. Ég ætla aðeins þá að kynna mig kannski og hvernig ég kem inn í Vin. Ég er sem sagt Elsa Kristín, hjúkrunarfræðingur, master, King's College í London, Nattran Heilsa og félagslegt réttlæti. Hvað séu, Nattran Heilsa og félagslegt réttlæti? Já, gerðu svo vel. Undir opinber stjórnsýslu og eitthvað sem að kallast félagslækningar eða social medicine og starfa sem hjúkrunarfræðingur. Þannig þú læknar bæði fólk og samfélag? Já, það gengur erfiðlega að lækna samfélagið. Það er auðveldar að hlúa einstaklingnum. En ég kem þarna inn, ég var að vinna sem sagt í samfélagsgeðteyminu hjá Landspítalanum og hún Halldóra pikkar í mig að því hún Margrét Eiríksdóttir hafði átt þátt í því að stofna geðklofafundina, geðklofahópinn. Og kannski og byrjar það og það sem er sérstakt við þennan hóp er að það er svo sem ekki skilir að vera með geðklofa og ekkert frekar en þarft að vera með eitt. Við reynum að skilja sjúkdóma og allt það fyrir utan og það er líka bara... Fólk skilgrinni sjálft sínar eigin þarfir. Já, það bara...
vandamálinn og lífið miklu flóknara heldur en kannski ykkur hvað sem þú ert með sjúkdóm eða greiningu eða whatever. Vandamálið getur verið hverslags. En við sem sagt, þetta er sjálfshjálparhópur, ég tek þátt í hópnum og þarna samt sem heilbrigðisstarfsmaður. Og það er mjög mikilvægt og oft mjög þung umræða eðlilega og bara létt dæmi sem að sé fólk með sjálfsvíkshugsanir eða annars slíkt og fólk tjáir þetta á fundinum að það er mitt hlutverk að grípa boltan þannig að þú sem situr fundin, þú getur farið áhyggjulaus heim. Að þú veist að ég hugsa einstaklingin sem átti við vandan að glíma og ég fylgi því eftir. Þannig að það er mjög mikilvægt að þarna sé heilbrigðisstarfsmaður eða sálfræðingar heilbrigðisstarfsmenn. Og ég byrjaði þarna 2018, fyrst þá sem starfsmaður Landspítalans. Svo var eitthvað með það og þá held ég áfram sem sjálfboðaliði Rauða krossins og hef verið þá núna, þetta eru þá 5 ár. Sem sjálfboðaliði? Já, í rauninni. Svo var ég með velvild hjá Reykjavíkurborg að sinna þessu svona 50-50, styttingu vinnu, tímans nýtti ég í þetta og stundum á launum. Það var svona velvild, en og svo er núna sálfræðingur frá Reykjavíkurborg sem hefur verið að leysa mig af meðan ég hef verið í fæðingarálfi. Þannig að, já. Segðu mér, segðu mér frá vin. Hvaða gagn er af því að reka vin? Hvaða gagn, sko? Já. Akkurat. Sko það var verið að loka við, þannig að ég var að spyrja svona. Já, akkurat, nákvæmlega. Og það sko, fyrst ég heyrði þetta var bara, já, þarna gerði ykkur mistök. Þarna bara mannleg mistök og það aftur að leiðrétta þetta. Ykkur bara, það sá ekki ykkur eitthvað og ykkur veit ekki alveg hvað hann er að gera, hugsaði ég. Að því að sko, og svo var ég náttúrulega reið, að ég hugsaði, býtu, ég má ekki gera mannleg mistök í vinnunum minni. Þú vilt það alls ekki að hjúkrunarfræðingur þingir mannleg mistök. Nei, það getur kostað mannslíf. Og hérna er þetta bara staða nákvæmlega þannig, því miður. Og það að hræra upp í fólki núna rétt fyrir jól, finnst mér líka bara það er ákveðin skaði skeður, alveg sama ég er bara að rekna með ykkur ásökunarbeiðni, sko, ég er kannski bara Pollyanna, ég sé fyrir mér að fólk bara, afsakið, við bara vissum ekki hvað við vorum að gera, við bara höfum ekki kynnt okkur málið nógu vel, án tókum þessu ákvörðun. Ég stend þar. En það er mjög líklegt að það svo sé, þetta sé bara tekin ákvörðun úr bara langri fjarlægð, þetta sé bara skotið á færi. Þetta er bara einhver úr bókhaldinu sem að gera þetta. Eitthvað sem er aldrei komið inn á við. Já, það bara sér einhver á tölur á blaði og bara veit ekki neitt um við. Og það er nefnilega, það eru nokkur mikilvæg atriði sem að myndir koma hérna að. Kannski númer 1 er að sko, þjónustan þarna inni, hún er hönnuð af fólkinu sem er þarna. Og hún er hönnuð inn í þessu húsi af fólkinu, hún er ekki hönnuð af mér. Geðhjúkrunarfræðingurinn af Kleppi, Margrét, hún var kölluð inn. Þannig að fólki er búið að skapa sitt rými og það er búið að skapa sína stemmingu algjörlega. Þú getur ekkert fært þessa þjónustu eitthvert að tryggja þjónustuna. Þetta fólki er búið að búa hana til. Sko, fólki kemur þarna á sínu eigin forsendum, það er afslappað umhverfi, allt mjög elskulegt þarna og það er engin sem sagt skikkaður til að fara í einhver námskeið eða gera eitt eða neitt. Menn eru bara frjálsir. Þeir sem vilja bara spjalla saman, gera það. Aðrir eins og ég fer kannski upp á loft og förum að tefla eða kíkja í bók, sumir spila og þetta er bara annað heimili. Já, bara eins og annað heimili, sko. Og að ætla það að fólks, sérstaklega fólk með geðraskanir, að fara að leita til einhverja aðra félagsheimila eða annara stað, það er alveg út í hött, sko. Og fólk búið að því, sko. Fólk er búið að fara á aðra staði, hefur prófað. Þessum er það þarna. Já, og það vill vera þarna, en ekki tróðið einhver staðar annar staðar. Þú hefur nú kynst Aflagranda og hlutverkasetri, þannig að þú geti kannski fundið annar staðar? Skákfélagi ætla ég að láta lifa. Ég ætla ekki að það degi drottni sínu. Þannig að ef ég má hérna í beinni útsendingu segja, þá myndi ég líklega að tala við starfsfólk í Aflagranda og hvort að skákfélagi gæti átt heimili. En við gefumst ekki upp strax. Nei, en það stendur kannski ekki til. Við höldum áfram og
vonum alltaf það besta sko. En þetta sem að sagt, og ég held að kynningi sé einhvern veginn þannig, að svo þjónusta sem að veitt á Vín, að hún verið veitt í öðrum félagsmiðstöðum. Já, það það sem sagt. Er hægt að flytja svona starfsemi? Nei, ég myndi bara klárt segja nei. Sko, andin í húsinu og þetta heimili, það bara alveg einstakt, sérstakt. Svo mikil verðmæti. Já. Það sem líka kannski sem að ég svona sem talsmaður þá helst fyrir geðklófahópin, ég upplifði að hreinlega bara veit fólk ekki hvað geðklófi og að þú veist að halda það og þú getur bara labbað einhvern veginn, ég veit að fólk með reynslu eitthvað á félagsmiðstöðum, ég ekki að gera lítið úr því, en að vera einstaklingur með geðklófa og eiga að taka þátt í samfélaginu, þú þarft að fá að labba inn og það brosað mót þér þótt þú getur ekki eins og hort í augun á mér og þótt þú getur kannski með heiminu á herðunum, þú getur að vera glímt við allskyns áður þú komst, þú þarft að fá að geta bara labbað og fá að vera þú. Það ég held bara því miður í samfélaginu okkar, þá þetta ekkert raunhæft á flestum stöðum, þú getur þetta ekki. Þetta ástæðan fyrir að vinir svona bara, ég get ekki séð fyrir mig að þetta fólk hérna í Vin sem svona miðaldra og eldra fólk, að það geti til dæmis labbað inn í hlutverkasetri og komið sér, þar miklu öðruvísi fólk, það yngra fólk og það mikið að námskeiðum og svona, það svolítið öðruvísi. Þannig að ég gæti til dæmis ekki bara svona meira rafmagn í loftinu meira að vera. Að ég þekki það að ég kem þarna einu sinni í viku og með skák þátt þar. Að ég get ekki séð fólki í Vin fara þar til dæmis. Við höfum talað hlutverkasetri hérna við Rauðaborðið og þar talar fólk að hafa berga lífið sínu. Já, ég ekki að segja það, en það ábyggilega gott á sinn hátt. En það ekki hægt að búa til eina lausn sem að henta bara. Nei, það bara og ég get eins og sem við hlutverkasetrið og hugarafl og þetta bara meira átt að starf. En þegar það sem þú getur á þessum degi að labba og fá þig kaffiballa. Þú getur ekki spjallað. Þú getur ekki chit-chattað við eitthvað. Það ekki hægt. En þú getur mætt í þannig kaffiballa. Og þú getur verið í umhverfi sem þið finnst gott. Það þetta bara lífsbjörg. Hinn kosturinn að þú ferð ekki að heiman. Þú ferð ekki að heiman og þú situr einn heima hjá þér með ekki neitt. Og það sem annars sem mér finnst mjög mikilvægt og þess að vera að hrista upp í okkur öllum saman, að sko við vitum alveg hvað gerist þegar Vin hefur verið lokað, þegar húsinu lokað, þó að þjónustan hafi verið eitthvað smá til staðar og það var COVID. Og við vitum líka að það voru auknar sjálfsvíkshugsanir og fólki leið mjög illa og við vorum mjög hræddu mjög marga. Og við vorum eitthvað svona síma eftirfylgd og þetta sem að heilbrigðisþjónusta í dag, eitthvað Zoom viðtöl og svoleiðis, það hentar ekki öllum. Ég man eftir á þessu COVID-tímanum að þá var starfsfólki í Vin að það var að ringja annarslagi í fólki að því þá var hálfpartinn loka. Síðan var opnað að einhverju smá hluta, það máttu koma kannski 10 þennan daginn og 10 hinn daginn og eins var sendur út, maður gat komið og fengi mat, ég hef ekki minnst á. Þarna ekki bara fólk komið inn og fá sér kaffibolla og spjalli, heldur hádegismatur þarna. Það sem fólk kemur og borðar saman. Þannig að það sem heldur hópum oft saman sameiginleg máltíð. Þannig það búið að vera síðan að við vorum með eldin í hellunum. En þetta voru vissulega erfið tíma í COVID-inum. En það ekki rétt munið hjá mér að það eiginlega búið að vera svona barningur við að halda Vin opinni oft? Það kemur eiginlega bara reglulega einhver svona vilji til að loka? Það svolítið svona kannski fyrir mína tíð þarna að einhverju leyti. Ég frétti allavega þetta sem átti að loka kurt sem það var 2012-13 eða hvað það var, að þá var Hrafn Jökulsson sem var aðal bjargvætturinn, hann fór í alla menn þarna, hvort sem það var í borgarstjórn eða inn í Alþingi og bjargaði algjörlega málinu þá. Hvað gerðu þið þegar Hrafn fallin frá? Það mæti við til því. Þá verða aðrir að taka við keflinu. En líka sko, það sem kannski munurinn, það ekkert samtal núna. Það bara ekkert samtal. Þetta kemur bara... Alveg svo þrumur heiðskilvætti.
Já. og þú finnur það bara í þessari viku að tillögurnar koma bara fram í upphæði vikunar, svo er þetta bara samþykkt og svo bara kemur Það er næstu einhver dagur þá leynd allt í yfir einu þessu. fattar fólk hvað þetta var alvarlegt og svo í dag er þetta eiginlega ennþá þungbæð, við vorum að kalla þetta svartan Já, desember, akkurat. þetta verður svo svartan desember. Og svo sem maður sér núna sem eru svörin sem eru að koma frá velferðasviði er sko, já, nei, við ætlum alltaf að tryggja þjónustu. Það er bara það þú haldir að geta Það er tryggt eins og þessa þessi að reyna eitthvað að bakka eða Já. út úr þessu eða ég veit ekki hvað. En það segir mér bara að þú áttar þig ekki á Verðmættinu. verðmætinu og þú áttar þig ekki á hvað þetta er sérhæf þjónusta sem er verið að veita hana. Ef þú heldur að geta veitt þessa þjónustu á einhvern veginn dreift út annars þar, þá Já. veist ekki hvað þetta er. En þá segir fólk að við verðum að spara og hvað, Það er bara engin sparnaður í þessu. Nei. Það er bara Ég meina- klárt. kemur kostnæri fram annars þar? Hvað segirðu? Kemur kostnæri fram annars þar? En klárlega, í COVID líka, reyndar eins og segja, ágættu við séum með svona tímabil þar sem við sáum hvað gerist. Það legundum fjölgaði hjá okkar skjólstöðingum. Fólk þurfti að hækka lyfjaskammtana sína, fólk þurfti að fara til læknis meira. Nú, hvað, viltu setja verð með á sjálfsvíð? Ég vil ekki gera það. Hver ætlar að gera það? Þú lýsir eiginlega þinni sögu þannig að áður þú fórst á vin að þá varstu meira hjá læknum og þá var eiginlega, ég veit ekki hvort við maður kalla það meiri kostnaður í kringu þig. Já, að vin þetta- leisti einhver leiti svona, Já, þetta er bara eins og segi orðin bara rútína hjá mér og hinnu fólkinu að koma þarna, ekki bara rútín, þetta er bara manns annað heimili. Þó er ég ekki hérna skráður neitt með geðklofa eða neitt svoleiðis, bara skráður sem með bakveikindi og jú, kvíða einhverja röskun. býrðu einn? Já, Já. ég sem betur fyrir beið í minnst okkurstu 3,5 ár til að koma að stað hjá Brynju húsfélagi en sem betur fyrir komin þar og núna líðum mér ágætlega. Þannig þú ert eiginlega í svona svolítið öryggi og skjóli. Svolítið öryggi og skjóli. Áður var maður bara kúldrast í einhverju einu herbyggi og á leigumarkaðinum. Þannig að Ég veit ekki, við erum að finna eitthvað hvað við getum gert í þessu. Þetta er eiginlega ómúlegt ef þetta gerist. Hvað eru það að tala um að loka þessu bara 1. febrúar eða eitthvað slags? ég hef ekkert heyrt neitt. Það er ekkert samtal. Var ekki talað við starfsfólkið eða þá Nei, sem að það sækja kom. Nei. Ein kona þarna sagði mér það í ferðinni í dag að hún hefði frétt þetta frá ættingja eða vinkonu í Svíþjóð sem hafði Já, séð þetta á einhverju samfélagsmiðlum eða Það vantar samtalið. þannig að Á öllum þetta sviðum. kemur líka starfsfólkinu í opna skjöldu eins og okkur gestunum sem komið þannig fasta gestunum. Við vonum að Elsa hafi rétt fyrir sig. Þetta séu bara eitthvað mistök sem verður leiðrétt. Já, við skulum bara, Það ég hljómar hef oft þannig. rétt fyrir mér, ég hef mjög oft rétt fyrir mér, eiginlega bara alltaf. Herðu, takkar kærlega bæði tvö fyrir Já. að koma henga og segja okkur frá vin. Nú ætlum við að fara ekki langt, við ætlum að fara til Færeyja eftir augnablik.